Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur, milligerðindur og festingar, landstólpi.is. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan og hér rétt á eftir ætlum við að breiða okkur niður í Álftaver og heimsækja feldfé í Þykkvabæjarklaustri. Einhvern veginn fór það svoleiðis að allt sem var grátt, sama hvað það var valið sem feldgæra og það var sendt út til Svíþjóðar og þar með vildu Svíar ekkert kaupa lengur feldgærur af Íslendingu því að það var bara allt sett sem feldgæra og þá hrundi náttúrulega markaðurinn. Við veifum líka vængjónum, tökum á loft og svífum yfir Mýrdalnum. En við byrjum á slóðum Sæmundar fróða. Þegar þeir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán kom úr Svartaskóla var oddinn laus og báðu þeir þá allir kónginn að veita sér hann. Kóngurinn vissi dável við hverja hann átti og segir að sá þeirra skuli hafa oddan sem fljótastur verði á komastangað. Fer þá Sæmundur undir eins og kallar á kölska og segir: "Syntu nú með mig til Íslands og ef þú kemur mér þar á land án þess að væta kjólafið mitt í sjónum, þá máttu eiga mig." Kölski gekk að þessu, brá sér í selslíki og fór með Sæmund á bakinu. Hefur einhver tíman velti fyrir þér ef hann væri uppi núna hvað hann væri að brasa? Já, Sæmundur fróði, hann yrði náttúrulega skólamaður fyrst og fremst. Hann yrði sennilega með háskóla. Heldur hann væri háskólarektor? Já, örugglega, því að hann var bæði mikill fræðimaður, en auk þess var hann með báða fætur á jörðinu og var viðriðin löggjöf, þannig að það mætti alveg hugsa sér hann á Alþingi þannig, sko, forsætisráðherra, en hann kannski full mikið utan við sig til að vera í svoleiðis stöðu. En hann var áhrifaríkur í sambandi við löggjöf og fyrir þetta að vera mikill fræðimaður, skrifaði sögu Noregskonung á latínu og svo annað eftir því, sko. Það voru sagðar margar sögur hann hefur sennilega verið gamansamur og fólk verið að tala hann og segja sögur af hann, hvað hann var utan við sig og svoleiðis kannski. Við erum stödd í Odda á Rangárvöllum, í afskaplega góðum félagsskap, því að sá sem að fylgir okkur staðinn Þór Jakobsson sem að gegnt hefur embætti formanns Oddafélagsins í öll þau 25 ár sem félagið hefur starfað. Oddafélagið hefur frá upphafi freistað þess að vekja áhuga almennings og ráðamanna á þessum sögufræga stað og meðal annars lagt fram tillögur og hugmyndir framtíð Odda og næsta nágrennis. Og það eru engar ýkjur að segja að félagsmenn hafi metnaðar fulla framtíðarsýn. Allavega þetta draumsýn okkar að verði svona, þessi staður verði í hávegum hafður, einhver síður en Skálholt og Hólar vegna sögunar. En svo það líka annað mál að við höfum séð það að vera allmargir náttúrufræðingar í félaginu og við sjáum það fyrir okkur að hér umhverfis guðdómlegt á að líta, ekki síst þegar maður sér hérna fjallarhringinn og svo góðar aðstæður til þess að byggja hér upp, vernda kannski þetta svæði hérna, nokkra ferkilometra svæði og við höfum gert svona smá skissu með hugmyndur hvernig við getum byggt upp eins konar háskólasvæði eða tengingu við Háskóla Íslands. Við höfum kallað þetta Sæmundarvelli og þetta svona nokkuð að verði friðað hér í kringum Gamma brekku sem merkt þarna og þessir hólar hér, þar sem Oddi og Oddakirkja. Út frá þessu hérna armar svona eins og stígar
En á hornunum þá er merkt þarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 hérna upphafið hérna sem komið að Odda. En þetta þá eins konar miðstöðvar fyrir hinn ýmsu vísindi sem stundum við Háskóla Íslands og Listaháskólann. Það þannig eitt hús fyrir félagsvísindi og annað fyrir heilbrigðisvísindi, hugvísindi, menntavísindi og verkfræði og náttúruvísindi og svo listir. En 7. húsið þá eins konar hús fyrir sýningar og fræðslu fyrir almenning og kennsla sem ætluð ungum sem öldnum og svo þarna eins konar stjórnsýsla Sæmundar og alla og svo miðstöð útgáfu mála og þess háttar. Nú það gerðir stígar hér umhverfis og jafnvel fegrað, gróðursett tré. Það kannski styttur hér og þar hjólreiðastígar og göngustígar og allt mögulegt. Þannig að hér umhverfis verði kannski, við erum að hugsa okkur árið 2033 en það voru 900 ár frá láti Sæmundar Fróða, þá væri þetta plan eða þessi áætlun, hún tilbúin sko. Við hugsum svona í áratugum hérna í Oddafélaginu. Og þetta nú loftkastalarnir sem við vinnum að. Sem við vonum að komist í fast form. Já, einmitt og komið að því bara að láta verkin tala eins og sagt Nú ég að láta völdum, ég búinn að fá góðan mann til að taka við þessu og það Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri. Þannig að ég hef sagt að þannig að nú hafi verið orðin tóm til þessa en nú betra að fara að gerast eitthvað sko, ekki bara samtöl og hugmyndir og svona. Þannig að ég vissum að þetta eitthvað við þetta þá verði komið hér. Þetta sem mann dreymir En þú sért að það verði formannaskipti, þú ætlar ekki að hætta að skipta þér að þessu, eða? Nei, ég má vera með í eða ég hef lagt það til að ég með í að skipuleggja Oddastefnu sem árlegt málþing sko, náttúru og sögu, ekki bara í Rangárþingi, heldur bara svona almennt. Þannig að ég verði með í því, þannig að ég held ég geti nú ekki hætt að hugsa þetta sko og ég held að mínu ágætu samherjar, ég hef alltaf verið svo heppinn að hafa góða samherja og vegna þess að ég hef svona lengi formaður, það bara því að ég hef ekki fengið að hætta en núna maður að verða áttræður í haust sko, þannig að þetta svona orðið ágætt endurnýja. Oddafélagið eru samtök hugsjónafólks, áhuga manna framtíð Odda eins og áður segir og ef allt gengur á óskum verður búið að hanna Sæmundarvelli eftir 17 ár eða svo, 900 árum eftir lát Sæmundar. Þannig að frá 100 árum þar frá, þegar það komið 1000 ár frá láti Sæmundar, þá verði komið hérna glæsilegt menntasvæði hér í kringum Odda og þannig verðum búin að hefja til vegs og virðingar þennan mikla stað sem var svo mjög mikilvægur á fórnöld þar sem við byrjuðum að semja bækurnar og Njáluslóðir hér í kring og annað eftir því. Og svo eins og segir, Sæmundur vakir yfir þessu öllu saman og við vonum sannarlega að allir draumar Oddafélagsins eigi eftir að rætast hér. En á leiðinni var Sæmundur alltaf að lesa í Saltaranum. Voru þeir eftir lítinn tíma komnir undir land á Íslandi. Þá slær Sæmundur Saltaranum í hausinn á selnum svo hann sökk en Sæmundur fór í kaf og synti til lands. Með þessu varð kölski af kaupinu en Sæmundur fékk oddan. Við tökum stundum í lofti hérna yfir, hérna bara rétt yfir Icelandair hótel, þarna upp á klettunum. Síðan tökum við stundum í lofti í Háfelli sem hérna við Mýrdalssandinn, þar sem Game of Thrones tekið upp og þessar myndir Interstellar og allt þetta. Og við getum stundum flogið þaðan og
og hérna inn í víkina, lendum bara hérna við gólvöllinn eða eitthvað staðar í þorpinu. Mamma fór með mér í sumar þegar hún var að prjóna á meðan við vorum að fljúga. Hún var alveg sultu slökk eftir að við vorum komin í lofti, hún var ekki slökk áður en við fórum. Það er eins hjá öllum, það halda allir að þetta sé miklu meira heldur en það er. Það er, maður sér það líka í umsögnum, það er allir bara, þetta er rosa, ég var rosa hrædd og síðan fyrir við í lofti og þá var þetta bara ekkert mál. True Adventure er ferðaþjónustu fyrirtæki í Vík sem að sérhæfi sig í svifvængjaflugi. Eigendurnir eru tveir, Gísli Steinar Jóhannesson og Samuel Alexandersson sem var staddur í Suður Afríku að fljúga á svifvængjum þegar við mættum í heimsókn enda lítið flogið hér á landi á veturna. Báðir hafa þeir Gísli og Samuel flogið eða kannski öllu heldur svifið í mörg ár og fyrir rúmu ári réðust þeir í að stofna fyrirtæki. Viðtökurnar hafa farið fram úr björtustu vonum og eins og sjá má á TripAdvisor kunna viðskiptavinirnir afskaplega vel að meta það sem í boði er. Stóri draumurinn er að þetta verði bara þekkt sem eitt af aðalatriðum sem þú gerir þegar þú kemur til Íslands. Maður hefur séð það á þeim sem hafa flogið með okkur, hvað þeim finnst það og svona. Þegar við vorum búin að vera að bjóða upp á þessa þjónustu í það bil ár, þá voru við orðnir efsta afþreyingarfyrirtæki hérna á svæðinu á TripAdvisor og við fáum í rauninni bara 5 stjörnur þegar fólk kemur með okkur. Við erum með í dag 79 5 stjörnur, þetta skiptir okkur máli og síðan erum við með eina 4 stjörnur sem að mér fannst hræðilegt en það er mjög gott review samt, eða mjög góð umsögn. Hún upplifði allt alveg fullkomlega samkvæmt því sem hún skrifar. En hverjir eru þetta sem eru að fljúga með ykkur? Það eru bara allir. Þegar við byrjuðum þá hugsaði maður að þetta væri svona strákar í meiri parti og maður sá fyrir svona frá 20 upp í 35 en ég held að sé meiri hlutinn kvenfólk sem kemur og yngsta daman er 7 ára sem við höfum flogið með og elsta er 90 ára. Þannig að þetta eru bara allir. Og er þetta allt í lagi? Er manni alveg óhætt? Já, það hefur allavega ekkert komið upp á ennþá. Við erum búin að taka 1000 fluga. Þannig að já, við gerum þetta eins öruggt og hægt er. Er eitthvað öðruvísi að fljúga hér heldur en annar staðar í heiminum, svona fyrir utan landslægið? Það er kannski meira krefjandi. Það eru, yfir sumartíman þá er þetta svona kannski 100 til 150 dagar sem við getum flogið hér á Íslandi á meðan að á sumum svæðum getum við flogið 360 daga á ári. Þannig að þetta er meira krefjandi hér. En síðan er náttúrulega landslægið alveg einstakt. Þetta er bara önnur vídd þegar þú ert komin upp í loftið og ert bara með vindið í andlitið og svífur og getur skoðað og svo framvegis. Þarf maður að vita eitthvað áður en maður fer á stað með ykkur? Nei, það er við förum yfir hvernig ferlið er áður en við förum í loftið. Ef aðstæður eru góðar og sá sem er með okkur líður vel og svona, þá fær hann að taka í og prófa að fljúga sjálfur. En við erum alltaf til staðar til að taka við ef eitthvað fer úrskeiðis sem hefur ekki gerst ennþá. Þannig að nei, maður þarf ekki að vita neitt. Bara njóta? Já. Hvað er skemmtilegasta flug sem þú hefur farið í? Það sem var sérstakast var þegar ég flög með Brand félaginn minn sem er lamaður upp á háls. Mér finnst það alveg einstakt. Það var meiriháttar dagur. Þá flugum við yfir Reynisfjöru og áttum alveg bara frábæra stund. Það var líka
aðdragandi var svo langur. Við smíðum stól í samstarfi við Össur, eða Össur smíðaði stólinn í samráði við okkur. Og við ætluðum að gera þetta, ég gaf mér einhverja 3 mánuði til þess að fara í þetta flug. Það tók næstum ár lengur heldur en ég ætlaði. Þannig að þetta var svo mikið eitthvað að komast loksins í loftið. Þannig að já, ég held að það sé svona flugið sem ég á eftir að muna lengst eftir. Hvert verður fyrirtækið ykkar komið eftir svona 10 ár heldurðu? Ég vona að það verði komnir fleiri flugmenn. Ég vona að það verði bara svæðið, verði orðið þekkt sem einstakt svæði til að fljúga á. Og bara númer 1, 2 og 3 að þetta verði slysalaust áfram. Ég held að það sé aðalmarkmiðið og allir glaðir bara. Fly on the wings of love, fly baby fly, reaching the stars above, touching the sky, in the sky, on wings of love. Feldfé, það allt grátt á lit og þegar við erum að rækta feldfé þá erum við í rauninni að rækta gæruna á kindinni, leggja áherslu á hana, reyna að fá hana sem fallegasta og sem svona þelminnsta, hrokkna og jafnlita og þá erum við að hugsa sem sagt, að rækta gæruna til þess að fá fallegar loðkápur eða fallega vörur til að vinna úr handverk. Úr gærunni. Svo ullin, hún náttúrulega mjög sérstök á þessum kindum af því að hún svona fallega grá og á haustin þá hún náttúrulega svona silfurgrá. Þetta sem við erum að sjá núna náttúrulega vetrarull og hún aldrei eins falleg eins og af haustullinni sko, á kindinum og haustin. Og þessar kindur, þær hafa verið ræktar á Íslandi meira og minna síðan 1980. Þá byrjuðu 2 Sveinn Hallgrímsson sem var skólastjóri á Hvanneyri, hann fór að hvetja til þess að rækta þetta fé til að auka við flórun á Íslandi í að rækta meira heldur en kjöt. En nú eru menn búin að vera að gera tilraunir með þetta ansi lengi. Veistu hvernig stendur á því að það eru samt sem áður bara til örfáar kindur á landinu? Sko, þegar þetta var verið að rækta þetta sem mest upp úr 1980, þá voru gærurnar seldar til Svíþjóðar og þær voru valdar í sláturhúsunum af handahófi eða það voru náttúrulega fengnir menn til þess að velja gærurnar í sláturhúsunum en einhvern veginn fór það svoleiðis að allt sem var grátt, sama hvernig hvað það var valið sem feldgæra og það var sendt út til Svíþjóðar og þar með vildu Svíar ekkert kaupa lengur feldgærur af Íslendingum því að það var bara allt sett sem feldgæra og þá hrundi náttúrulega markaðurinn og svo náttúrulega að því að hann hrundi og þá vildu bændur ekki rækta þetta meira og hættu þessu, en sem betur fer segi til allrar hammingi þá voru örfáir bændur í Meðallandi í næstu sveit sem að höfðu þor og kjark til þess að halda það út, að halda þessu við. Ræktunin hefur kannski ekki alveg gengið eins og skildi, en nú virðist allt horfa til betri vegar því að nýjir ræktendur hafa bærst í hópinn eins og til dæmis sálufélagi Kristbjargar í ræktuninni, handverkskonan Elísabet Jóhannsdóttir á Selfossi sem að keypti 15 kindur í Meðallandinu, eiginlega bara alveg óvart. Og það var vegna þess að árið áður þá hafði hún keypt ull í Meðallandinu af bónda þar á Bakkakoti og henni langaði svo í svona ull aftur því þetta var svo skemmtileg ull að vinna úr svona. Og þegar hún fór þangað og ætlaði að fá ull, þá sagði bóndinn, já, ég bara hætta búskap, ég bara fara að slátra öllum kindunum mínum, þannig að þú færð engu ull. Þannig að hún hringir í Svein Hallgrímsson og hann kemur með henni hérna austur og fer að velja með henni kindur. Og það enda með því hún kaupir 15 kindur þarna í Meðallandinu. Svo bara mátti hún ekki flytja þær heim til sín. Ég bara var alveg tilbúin að taka þessar kindur í fóstur með mikill ánægju að geta fengið að nota þess og í ræktuninni áfram af því að stofninn á Íslandi hann hún svo lítill. Þetta eru kannski, hvað ætli ég segi, svona 100 kindur, allt í allt fullorðna kindur af þessum stofni, hreinum stofni til í landinu. Þannig að það bara var rosalega gaman að fá að taka þetta að sér og bara halda áfram að rækta þetta. Taka 15 kindur í fóstur? Já, akkurat.
Það er eftirvænting sem liggur í loftinu og vinnustofunni innan Kristbjargar og innan fárra vikna fá þær stöllur í fyrsta sinn ull heim úr dönsku spunahúsi. Og áfram munu þær halda þar til takmarkinni náð. Þetta er íslensk feldull, þessi hérna, beint af kindinni og þetta er eins og hún lítur út hjá okkur orðið í dag og þokkalega þel mikil. En við viljum svolítið ná meira þelinu úr henni því að þegar það er mikið þela þá þófnar gæran frekar. Og þetta er svona eins og hún var, kannski þegar ég var að byrja í þessu. Og það sést alveg munurinn að við erum búin að ná að lokka hana svolítið mikið. En þetta hérna, Já. Hérna er búið að vinna hana. Já, þetta er sem sagt heimaspunnið band úr íslenskri feldull. Þetta hérna. Og það er afskaplega mjúkt og skemmtilegt og gaman að vinna úr þessu. Ég veit hvert er stefnið. Já. Og þið vitið það náttúrulega alveg hvert. Þið vitið hvert er ætlið. Já, við höfum okkur ákveðna drauma. Þeir eru stórir og þeir eru eins og í dag, hérna, þeir eru svolítið danskir. Er það ekki bara óskup dælitt? Jú, það er óskup dælitt, sko. Og þetta er sem sagt dönsk feldgera. Við erum ekki komin svona langt, en vonandi náum við eitthvað í þess áttin einhver tíman. Jafnlitt, svona silfrað, rokkið, mjúkt. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér í þessu? Ég held að þetta geta alveg blómstrapar og orðið mjög skemmtilegt og hérna eins og við getum unnið með handverkið, unnið með gærurnar. Við erum að fást hérna við mjög sjaldgæfa vöru, ekki bara á Íslandi heldur er grátt fé bara á heimsmælikvarða. Mjög sjaldgæft. Það fé sem er líkast þessu, það er Gotlandsféð sem er, Gotland er eyja fyrir utan Svíþjóð og þar var ræktað þetta fé og er ræktað orðið bara víða heim en í litlu mæli þetta Gotlandsfé og þar er einmitt gæran sem er aðalafurðin af því fé og er afskaplega fallegt og við erum kannski svolítið að reyna að herma eftir því fé í þessu fé en við erum ekki komin eins langt og þeir sko og í rauninni eins og dýrustu Gotlandsgærurnar sem að maður finnur á netinu á markaði, ein gæra getur verið að seljast á 80.000 krónur íslenskar, meðal verð á svoleiðis gæru kannski 30, 50, 40.000. En svona meðaltali eru þær helmingi dýrari en sem sagt venjulegar gærur, hvítar gærur. Þannig að það er alveg sko virkilega þessi virði að láta á þetta reyna. Það er alveg, já, ég held að það sé bara mjög spennandi sko. Svo er náttúrulega bara líka svo gaman, hvað er gaman að vinna úr þessari ull líka sko og ég í rauninni þyrfti ekkert að vera að sperra mig við að reyna að markasetja þetta eða kynna þetta eins og leys. Ég þyrfti þess ekki, ég sel alla mína ull til handverkskvenna, ég sel allar mína gærur á dýrara verði heldur en ég er að fá út úr slátur eða heldur en aðri bændur, þannig að persónulega þyrfti ég ekki að gera þetta en ég vill ekki að þessi stopp degi út. Þess vegna er ég að þessu að þú veist að basla við að koma þessi eitthvað áfram. Þannig að þú hefur virkilega ástríðu fyrir þeir. Akkurat, ég held að það sé akkurat svoleiðis. Að sunnan er í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjaklaustri, sími 412 46 00.
gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur, milligerðindur og festingar. Landstólpi.is